og vexum með Drottinn. Og mér langar til þess að biðja ykkur að standa á fætur og hópurinn fyrir aftan að leiða okkur í söng áframhaldandi.
Gjörið svo vel og fá okkur sæti vinir. Við höldum áfram að syngja á eftir, en við langar að biðja ykkur að finna sálmi númer 228. Sálmi númer 228. Við langar að biðja Guðjón Hafliðason og Davíð Guðmannsson að Wallenberg ætla nú að setjast að píanónu og syngja fyrir okkur og Drottning til dýrðar. Mina älskade syskon, bröder och systrar. Kæru sískinni, þar að segja bræður og systur. Det är en oändlig nåd att jag får stå här i Herrens tjänst. Það bara af náð sem ég stend hér í þjónustu Drottins. Efter så många år i Satans tjänst. Eftir svo mörg ár sem ég þjónað Satan. Ju fler år som går jag får arbeta för Herren. Og því fleiri sem árin eru sem ég fæði þjóna Drottni. Ju mindre blir jag. Því minni verð ég. Och ju större blir Gud för mig. Og því stærri verður Guð fyrir mér. Jag känner honom definitivt som min pappa. Ég finn fyrir honum sem föður mínum. Han är för mig min far. Fyrir mér hann faðir minn. En far som jag inte är rädd för. Faðir sem ég óttast ekki. Som jag alltid kan gå till i alla livets skiften. Sem ég alltaf geta leitað til undir hvaða kringumstæður lífsins sem Och det är underbart att veta. Og það stórkostlegt til þess að vita att han har ordnat det så að hann hefur þannig gjört það att skulle jag göra fel ef mér verða á mistök så förlåter han mig. Þá fyrirgefur hann mér. Älskade syskon, detta är min sista dag här på Island. Kæru sískinni, þetta nú síðustu dagurinn minn hér á Íslandi. Jag har rest igenom många pingstförsamlingar denna veckan. Ég hef heimsótt marga hvítasunnuðsöfnuði á liðinni viku. Och jag kan bara säga tack kära pappa. Og ég get bara sagt takk kæri pappi. Tack att jag får tjäna dig. Ég þakka þér fyrir að fá að þjóna þér. Och därför vill jag sjunga den bön som Jesus själv har lärt oss att bedja på mitt modersmål svenska. Og þessna vil ég syngja á móðurmáli mínu þá bæn sem Kristur kendi okkur að biðja.
Faðir, við viljum lofa þig. Halleluja. Faðir, við viljum ganga inn fyrir þitt auglýð á þessari stundu, Drottinn. Við gerum okkur grein fyrir því hversu mikið okkur skortir á, Drottinn minn, til þess að við skiljum allt þetta. En Drottinn, það sem hún vilt að við skiljum, Drottinn, og það sem hún vilt að við fáum að sjá hér í dag, er það að þú hefur elskað, og þú elskar henni í dag, Drottinn, og þú munt elska. Og ég þakka þér, elskaði Drottinn, að við höfum fengið að ganga inn í þitt kærleiks samfélag hér í dag. Ég þakka þér, elskaði Drottinn, fyrir það. Það er kraftur heilags anda sem að opinberar okkur þennan þátt, Herra. Það að þú elskar og þú elskaði svo heitt, Drottinn, að þú gafst það dýrmætasta sem þú átti, Drottinn. Og ég bið þess núna á þessari stundu að sé einhver hér inni í dag sem hefur ekki tekið á móti Drottni Jesú Kristi, sem hefur ekki tekið þetta fyrsta skref í áttina að öllu því sem að þú hefur að gefa. Þá bið ég þess að þessi mildi heilagi andi, að hann fái að opinbera, Drottinn, í gegnum orðið sem að flutt hefur verið, í gegnum söngana sem sungnir hafa verið og í gegnum það andrúmsloft sem andi Drottins hefur skapað. Ég bið þess, Drottinn, að þinn heilagi andi megi leiða einn og sérhver, Drottinn minn, að krossi Jesú Krist. Þangað sem við megum leita. Það sem við fáum að taka alla okkar byrði, alla okkar syndir, allt sem að hefur hrjáð okkur, Drottinn, og leggja það við þína fætur.
Og ég þakka þér, elskaði drottinn, fyrir það. Þú vilt fullkomna þessa leit í lífi þeirra sem hingað hafa komið í kvöld. Og gefðu, drottinn, að þeir fái fundið. Að enginn fái farið hérna í kvöld, drottinn, fyrir en að þeir hafi gert þetta uppvissi og gengið fram inn í það sem að þú hefur opnað hér í dag, drottinn minn. Þú hefur opnað okkur leiðina krossi Jesú Krist. Þangað sem við megum koma og hljóta blessun. Þangað sem við megum koma, drottinn minn, og taka á móti þeirri fyrirgefningu sem að þú gefur, drottinn. Gefðu að við fáum að upplifa það, drottinn, fyrir anda þinn hér í dag. Þennan heilaga anda sem var gefinn, drottinn. Og ég þakka þér fyrir að boðskapur hvítasunnudagsins hljómar enn. Gjörið yður og takið á móti því sem að drottinn Jesús hefur að gefa. Og drottinn, andi þinn talar þessi sömu orð inn á þessa stundu hér í dag. Gjörið yður. Drottinn, það hefur ekkert breyst. Ástand okkar og kringumstæður er hinna sömu og þarfir okkar eru nákvæmlega hinna sömu. Og drottinn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma þannig fram fyrir þitt augliti. Halleluja. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti, vinir.